Allt sem þú þarft fyrir ásatíðina færðu í Djós. Þátturinn í boði Djós. Sönn jakkaföt, herradeild J.M.J. Akureyri. Þátturinn í boði J.M.J. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go. Já, velkomin aftur, við höldum áfram. Það komið að körfuboltanum. Ég komin hérna með 2 leikmenn úr Þór. Velkomin strákar. Takk fyrir. Þið hefur næstu geta mætt hérna í setti til mín taplausir. Kom mjög svekkjandi tap á móti Hetti. Erfiður leikur. Já, hann var það og það var mikið svekkelsi. Menn voru mjög svekktir og sérstaklega, við vorum yfir nánast allan leikinn og það var svekkjandi að missa þetta í framlíku þess að við töpum leikinn. En svona þetta. Markmið hjá liðinu núna, það að fara upp? Eða hvað markmiðið hjá okkur? Ég held að kannski við höfum ekki beint að rætta eitthvað skipulagt okkar á milli, en ég held að sé samt svona einhugur það að fara upp og þess vegna hefur það kannski ekkert verið rætt af því það bara vita allir að það stefnan. Og hvernig andinn í hópnum núna? Er þetta þéttur hópur? Hvernig finnst ykkur? Þið hefur unnið alla 3 leikina þarna og undan því 3 fyrstu leikina af tímabilinu? Já, það byrjaði mjög sterkt og gáum við svona kannski smá statement hvað ætluðum að gera í vetur og ég held að sé alveg klárt að markmið okkar sé að fara upp aftur. Já, og mjög góður andi í hópnum, sko. Nú eru þið báðir frá Króknum úr Körfubolta Akademíunni þar. Hvernig kunnið við ykkur hérna fyrir Norður og Akureyri? Bara mjög vel, sko. Þetta svona kannski aðeins öðruvísi en heima á Krók. En það svona það sem eiginlega allt lifir fyrir körfubolta þar, allir. En hérna þetta svona kannski meira svona, eins og fótboltinn eða handboltinn kannski stærri en karvan. En samt eins og bara fyrsta leikina núna í vetur, það hafa verið mjög góð mæting. Myndu segja að verið mikilvægt að vera með annað lið á Norðurlandi þar sem þetta eru margir góðir körfuboltaleikmenn sem að verða til þarna á Króknum til dæmis? Já, ég held að, ég meina, bæði ég og Yngvi kannski komum hingað svona í leita aðeins stærra tækifæri með liðinu, þannig að þetta er alveg, já, það er mjög gott tækifæri fyrir strákan sem er kannski ekki að spila mjög marga mínútur á Króknum, að geta þá haft einhvern stað til að koma og láta ljósið skína. Já, akkurat, þið fáið stærra hlutverk hérna. Þetta á meðan að Tindastóll þarna í toppbaráttunni í Dóminusdeildinni, þá er Þór núna í fyrstu deildinni. Þannig að það reynir meira á ykkur hjá Þór. Já, við erum náttúrulega báðir í mjög stóra hlutverki hérna á Akureyri og það er bara að fá mjög góða reynslu í því og við erum búin að vera í þessu lengi núna. Þótt við séum kannski bara 24 og 5, þá hefur við verið í meistaraflokki alveg mjög lengi og þetta er bara mjög gaman að fá tækifæri hér. Hvernig metið þið deildina? Manni finnst þetta að vera svona svolítið tvískipt deild. Það eru lið sem eru alveg án stiga og svo lið sem eru bara með fullt hús stiga, þótt sé náttúrulega rétt farið á stað en manni sýnist það að þetta verið alltaf tvískipt. Ég held að maður sá alveg í Spáni fyrir tímabilið og ég held að hún sé alveg raunsæ upp á það að gera. Það eru 4, kannski 5 lið sem eru svona að spila á svipuðu leveli og svo eru kannski einhver 3 lið sem eru svona aðeins á eftir hinum. Þannig að eins og Spáin svona svolítið gaf til kynna og svona mikið af stigum sem skiptust þarna meðal þessara 4-5 liða og svo minna á hin liðin og ég held að það verði raunin í vetur, sko. Hvernig kunnið þið við ykkur undir stjórn Lárusar þjálfara? Bara persónulega mjög vel, sko. Hann er mjög flottur þjálfari og hann heldur bara á tánum, eins og æfingu. Það verður allan tíman 100% saman hvað við gerum og hann er að gera bara mjög vel með okkur. Það er verið að taka leikinu upp og sýna það á netinu, þannig að það er verið að skapa svolítið skemmtilega umgjörð þannig í kringum þetta. Já, og allt það svona hvetur leikmennina og yngri leikmenn til að leggja harðar á sig, sko, að vera með svona umgjörð. Næstu leikir, hvernig sjáu þetta fyrir ykkur? Sko, við erum að fara í bikarleik á laugardaginn á móti Dóminusliði, Haukum, heima í höllinni, þannig að það verður krefjandi en ég held að við höfum alveg mjög góðan séns þar. Við erum sterkir heima og við ætlum að reyna að halda því áfram. Og svo eigum við Hamar í deildinni úti sem
þeir eru taplausir þannig að það verður líka krefjandi og við ætlum okkur bara sigur í þessum báðum leikjum. Nú eru þið báðir ungi leikmenn en samt eru búin að vera lengi í sportinu og vera mikill uppgangur í körfubolta á Íslandi. Finnið þið svolítið fyrir þessu? Ég er alltaf miklu meir umfjöllun körfubolta heldur en þegar við vorum kannski 1920 eða eitthvað að spila með stólunum og fólk var kannski ekki fyrir utan svona nærsamfélagi var ekkert mikið að spá í þessu sko. En núna þá svona sér maður þetta á netinu og í sjónvarpinu og svona, þannig að það er bara spennandi. Og gríðarlegt stökk náttúrulega upp í dóminusdeildina, það er komin alveg gríðarlega mikil umfjöllun eins og við talar um. Já. Já, það er náttúrulega breytist svakalega með þessu Dominos körfuboltakvöldi sem er bara frábær þáttur og þú veist, það er, ég held að gríðarlega mikið áhorf á hann, þannig að það er alltaf að aukast. Og líka frá fólki sem er kannski ekki einhverju die-hard körfuboltaunendur sko, þannig að breykka svolítið áhorta. Já. Hvernig er staðan í yngri flokkunum hjá Þór, eins og þú segir, það er mikil samkeppni iðkendur í bænum, fótboltinn og handboltinn er að fá mjög marga iðkendur til sín. Hvernig er þetta í körfubolta? Sko, ég held þetta sé nú eitthvað að aukast og þið þekkja það nú ekki alveg en náttúrulega eins og þessir 0-1 strákar sem eru að koma upp núna í meistaraflokk, það er alveg mjög stór árgangur sem eru að koma upp sem eru ennþá í drengjaflokki og þeir hafa verið Íslandsmeistarar oft gegnum það. Og svo 7. og 8. bekkur sem var í fyrra, það var mjög stór árgangur, þannig að það er alveg eitthvað að koma upp sko. Já, það eru ungir og góðir leikmenn að koma upp í meistaraflokki. Já, ef það er haldið vel á spilunum, þá held ég að það sé alveg á hreinu sko. En ykkar markmið svona persónulega sem leikmanna, hvert stefnið þið? Sko, ég myndi segja bara eins langt að hægt er sko. Ég kom svona aðeins í tæri við landsliðið í síðasta vetur. Ég var í svona æfingahóp og það væri náttúrulega draumur að allavega ná að spila einhverja leiki fyrir landsliðið. Já, ég tek bara hvert tímabil fyrir sig og reyna að gera eins og vel og ég get og ég held svo bara stöðun alltaf fyrir næsta tímabil þegar það kemur sko. Er einhver tækifæri á að fara út á námsstyrki eða hvernig er þetta í körfuboltanum? Það er aðalega svona, já, ef þú ferð í svona háskóla með aðalega Bandaríkin, þá getur þú fengið svona einhverja styrki. En svona eins og ég og Pálmi er kannski orðnir aðeins og gamlir fyrir það. Svo við séum ekki mjög gamlir þá eru svo orðnir og gamlir fyrir það, já. Það verður skemmtilegt að fylgjast með liðinu á þessu tímabili og vonandi eigum við bara 2 lið hérna fyrir norðan, Tindastól og Þór í efstu deild á næsta tímabili. Það er stefnan. Takk kærlega fyrir spjallið, við kíkjum yfir í auglýsingar. Takk. Bosvíl skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn er í boði í J.M.J. Taktíkin er í boði Lemon á Akureyri.